Heil og sæl og velkomin í þáttinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala húmor sem viðfangsefni sem ég hef mjög mikinn áhuga á vegna þess að húmor skiptir bara svo ótrúlega miklu máli í líf okkar og kannski meira máli heldur en við gerum okkur oft grein fyrir. Einhverjir myndu halda að það væri ekkit sniðugt að vera að tala of mikið húmor eða kryfja hann til mergjar. Hann sé bara svona eins og ástin, hann bara eitthvað sem að gerist, óáþreifanlegur en gerist í samskiptu fólks og maður bara njóta hans. En mér finnst því svolítið spennandi að ræða bara húmor sem tæki, sem verkfæri líka í samskiptum. Getur húmor nýst manni á viðkvæmum stundum til þess að koma mikilvægum skilaboðum áleiðis, getur hann nýst manni til þess að predika. Ég hef nú svolítið fetað út á þá braut í starfi mínu sem prestur að nota húmor í predikunum af því mér finnst oft maður geta sagt stóra hluti með húmor án þess að á þessu fólk upplifa að maður sé að vanda fyrir því eða skamma það og það einhvern veginn svo mikilvægt. Maður getur komið mikilvægur skilaboðum áleiðis á þess að setja sig á háan hest með því að nota húmorinn. Eða ég hef allan það á tilfinningunni. En allavega, við ætlum að ræða þetta hérna í dag og til þess hef ég fengið góðan gest. Hann heitir Vilhjálmur Bergmann Bragason, leikritaskáld, vandræðaskáld, kannski útskýrum það frekar á eftir, starfandi enskukennari við Menntaskólann á Akureyri og bara húmoristi að Guðs náð, að mínum mati allavega. Velkomin. Þakka þér kærlega fyrir. Ég fæ bara að segja Villi í þættinu. Við skulum ekkert að hafa þetta óformlegt. Nei, það væri svo skrítið með við viðfangsefni sem við ætlum að ræða. Já, akkurat, við ætlum að fara að taka okkur eitthvað óhátíðlega. Ég held að það væri ekkert sniðugt. Nei, það væri ekkert fyndið. Nei. Eins og við ætlum að vera rosalega fyndin í þessu þætti. Þetta verður fólk á bara eftir að liggja í gólfinu heim í stofu. Já, en ég veit að húmor spilar mjög stóra rullu í þínu lífi. Ég hef kynnst því af okkar reyndar stuttu kynnum með góðu að þú notar mikið húmor í samskiptum, segir sögur og sérð mikið það spaugilega í fólki og bara í lífinu. Og þess vegna ætla ég bara að spyrja þig. Byrja á þessari spurningu, hvaða máli skiptir húmor fyrir þig? Hvaða merkingu hefur húmor fyrir þig? Þegar stórt spurt, húmor skiptir öllu máli fyrir mig. Og það svo merkilegt að því að ég fæst mikið við skrif og leikritaskrif og ég hef oft gert tilraun til þess að skrifa eitthvað svona alvarlegra. Af því að ég held að þessi stundum það einhvern veginn, ég held að sé innprentað í fólk að það sem alvarlegt og svona sé oftar en ekki rétt hærra heldur en það sem fyndið. Að það eigi brýnna erindi og sé einhverju leyti merkilegra heldur en eitthvað sem fyndið. Svo bæði ef ég átta mig á því að ég bara, ef mér dettur eitthvað fyndið í huga, ég sé brandara í einhverju þá bara stenst ég ekki mátið og ég verð bara að hafa hann með. Og svo líka þetta að húmorinn held ég, og að mínu mati, miklu öflugra tæki til þess að ofta nálgast alvarleg málefni og málefni sem skipta mestu máli í lífinu. Af því að, svo ég tæki nú bara leikhúsið sem dæmi, að í leikhúsinu þá getur fengið áhorfendur til dæmis til að slappa af ef hún nálgast eitthvað með húmor og jafnvel komið aftan af þeim, þeir átta sig ekki á því fyrst að hlæja að einhverju og svo allt í einu standa þeir upp og spyrja sig, býtu, af hverju var ég að hlæja þetta er hræðilegt. Þá ertu búin að setja eitthvað í svona nýtt samhengi með því að nota húmorinn til þess og það eitthvað sem heillar mig afskaplega mikið. Hann ögrar, hann getur verið alltaf rosalega ögrandi. Hann getur verið það og vand með farinn að því leyti til. Og það náttúrulega, og sérstaklega í dag spretta náttúrulega oft upp umræður hverju megi gera grín á og hverju ekki. Og það alltaf vandfetaður vegur. Já. En hvað finnst þér, ef við skoðum bara svona húmorinn, hvað finnst þér fyndið? Hvað svona í eðli sínu, hvaða tegund af húmor höfðar til því?
Það spannar mjög fjölbreytt svið. Já. Ég hef rosalega svartan húmor og ég, sko, hlutir sem ég segi stundum bara svona við vini og vandamenn myndi örugglega, sko, ganga alveg fram að fólki svoleiðis gjörsamlega. Þú mútti lenda frá DFF eða þú segir þetta ótrúlega. Byttu fyrir þér, og ég hef alveg lent í því á opinberu vettvangi að maður segir eitthvað svona og svo fattar maður að það hefur einhver heyrt það sem maður sagði og maður svona hálf sér eftir því að því maður meinar ekkert endilega með því. Þetta er bara eitthvað svona tæki sem maður notar til þess, einmitt oft ef maður er að bregðast við einhverju sem sko, eðli sínu sorglegt eða skelfilegt. Þá komum við líka að því, fólk alltaf þarf að þekkja maður til þess að vita það stundum að maður er að grínast. Já, heldur betur og húmor snýst held ég rosalega miklu leyti oft það er svona einhvern veginn þessar svona þessar andstæður á milli þess sem við þekkjum og þekkjum ekki og svo þetta svona samhengi á milli þess svona eiga hlutirnir að vera og svo hvernig þeir eiga ekki að vera. Já. Bara svona einfaldasta dæmi held ég það ef maður sér myndband af einhverjum að detta, það er fyndið af því að hann á að geta gengið eðlilega en einhverja hluta vegna þá er það eitthvað sem veldur því að hann bara flýgur á hausinn. Og þú veist, og auðvitað svo myndist á hérna í innganginum að þá oftar en ekki ef maður fer að greina það í einhverju smáatriðum hvað það er sem gerir eitthvað fyndið, að þá svona er það ekki eins fyndið lengur og það er dálítið merkilegt með það, þannig að maður fer svona að greina það ofan í kjölinn. Já. En hver er þín skýring? Ég hef ákveðna kenningu þar, ég er forvitin að heyra þína skýringu á því að sumt fólk má meira heldur en annað í húmor. Sumir geta sagt alveg ótrústu hluti og farið margoft yfir strikið, hvar sem það nú liggur, án þess að fólk móðgist og þeir fá alla til þess að hlæja. Já. Og svo myndi kannski manneskjan við hliðina og segja nákvæmlega sama, bara með sínum hætti eða skilur eins og hún er og það er allir brjálaðir. Já. Þetta er mjög góður punktur og ég held að það sé örugglega, það er sjálfsagt margvíslegar ástæður sem búa þarna að baki, en ég held að sé kannski ekki síst, það er svona það fyrsta sem mér dettur í hug, er að þetta er oftar en ekki fólk sem að sko er í svona einhver leyti með persónu sinni að, sko, að það ber ekki af sér sko, þannig þokka að það stafi ógn af því eða að það er svona tiltölulega sko, meinlaust að það er eitthvað við það sem gefur þetta í kynna og þannig að jafnvel þó það segi einhverja hræðilega hluti sem aðrir kemust í vesen fyrir að segja að þá trúum við þeim ekki. Að svona, við vitum að þetta er fyrsti maður sem mér dettur í hug þú nefndir svona er hérna breski grínistinn Ricky Gervais og hann er alltaf svolítið svona eins og barn sem er að segja eitthvað sem hann veit hann má ekki segja og ég held að svo hjá honum þá er það af því að við sjáum þetta svona barnslega þetta svona hérna eftirvæntingurinn eftir því að vera skammaður fyrir því hann veit hann má ekki segja þetta og af því við sjáum það þá höfum við gaman af því. Er það þá kannski að því ég held þú sért að sko hugsa svolítið það sama og ég gaman að þess að ég var ekki búin að tala um þetta við hérna fyrir þáttinn. Þetta er akkurat mín tilfinning þar að segja það er eitthvað hreinlyndi og einlægni og góðmennska sem að gera verkum og sumt fólk bara getur sagt alveg ótrúlegustu hluti, sagt bara mjög gróa hluti sem að verða samt mjög fyndnir og á þess að reita fólk til reiði og að þú nefnir að Ricky Gervais sem er náttúrulega bara undrabarn, hann er náttúrulega svo ótrúlega fyndinn. Þá er alveg rétt, hann er með svona andlit, þú getur ekki að reiði við hann. Nei. Og sama sko sem að taki fleiri dæmi úr breska grínheiminum að maður til þess að ég held mikið upp á Stephen Fry að hann og Hugh Laurie voru lengi vel með sketsaþætti og þeir voru í rauninni með að þetta voru sko 80 og eitthvað seint og 90 og eitthvað snemma voru ótrúlega grófir í sko oft talanda og svona en af því að þeir eru svo fínir og svona pólíseraðir og bera sig svo vel og svona hérna yfirstéttar Bretar og tala mjög vel máli farnir og svona þá einhvern veginn það að þeir létu svona hluti út úr sér oft undir rós og svona það fór ekkert eins mikið í fyrir brjóstið á fólki eins og ef einhver hefði slengt þessu fram bara óhefluðu og ef einhver sko verkamaður frá Norður-Englandi hefði komið og sagt sama hlutin þá hefði það örugglega aldrei hérna gengið upp í sjónvarpi. Nei. Og það er sérlega líka það er það ekki þegar að
grínarar sko, eða húmoristar, sko, maður finnur það ekki hrók í þeim, af því að þegar einhverjum er hróka en ætlar að vera fyndið, það er rosa vont kombo. Já. Það fer rosa illa í mann. Það er þá, ég held að, sko, og það er svolítið ég held að grínistar, það er svolítið með grínista eins og leikara, maður sér það sérstaklega á svona live performanceum þar sem þú ert að sýna fyrir áhorfendur. Já. Að áhorfendur sko verða að finna það að þeir séu í öruggum höndum. Já. Og það verða allir, salurinn verður rosalega stífur ef þeir finna það brandarar hjá grínista eru ekki að lenda, fólk er ekki að hlæja. Nei. Þá finnst öllum rosa óþægilegt að vera í salnum. Já, það verða svona meðvirkir með þeim sem er að fara með grínið. Já. Og ég held að grínisti þarf að finna einhvern svona eitthvað millipunkt svona á milli þess sko að allir séu öruggir og afslappaðir. Já. Og svo það að taka sjálfan sig ekki of hátíðlega, því að ég held að ef þú tekur þig of alvarlega sem grínisti og hefur ekki húmor fyrir þér. Nei, og því hvað við erum oft öll stundum asnalega og bara og fáránlega típur sko. Ef maður hefur það ekki þá finna áhorfendur þetta mjög fljótt inn á það. Því þá verður einhver svona stífleiki og það bara gengur ekki upp eins og það ætti að gera. Nei. En sko, nú lærið þú út í Bretlandi, leikrita... stúderaði leikbókmenntir og leikritun. Já. Þannig að þú hlýtur að velt svolítið fyrir þér svona menningarmun í til dæmis húmor, af því þú eru alltaf skrifað mjög mikið svona gamanefni. Já. Það er alveg. Það er alveg heilmikill munur, en ég verð samt að segja að sko ég held að við Íslendingar séum að mörgu leyti sko það er mikill skyldleiki á milli okkar og Breta og Íra og Skota og ég held að það gleymist ofta þegar við erum alltaf að tala um frændur okkar í Danmörku og Noregi og gaman sko en við eigum náttúrulega alveg jafn mikið frændfólk sko á Bretland segjum við og þar sem að þú veist keltnesku þrælarnir komu þaðan og ég held að sko þessi svona gálgahúmor og svarti húmor sem lifir þar góðu lífi blómstrar alveg hreint hjá okkur í myrkrinu og við erum eiginlega búin að taka jafnvel lengra sko að mörgu leyti. Já. Hvernig myndirðu skilgreina svolítið svona húmor Breta sko? Hann það sem Bretinn hefur kannski sko það sem er svona mest frábrugðið sko okkar húmor held ég þessi gríðarlegi orðahúmor sem þeir eru með. Það er svo mikið sko tvíræðni orða og svona sem við höfum ekki eins mikið í íslenskunni. Og getum það kannski ekki í íslenskunni sem er hægt í enskunni? Af því að bæði sko, af því að íslenskan er bundnara mál, að við erum svona bundnari af þessum föllum og hvernig við beygjum orðin. Og svo eins því að við eigum bara ekki eins mörg orð sem að hljóma eins. Nei. Í ensku svo mikið það að sko, þú getur verið með 2-3 orð sem eru borin fram eins eða þýða allt aðra hluti og þá verður það svo ríkur grundvöllur fyrir að snúa út úr og þeir eru rosalega mikið í svona út úr snúningi. Já, svona orðagríni. Já. En hvaða húmor eða svona hvaða grínþættir og grínistar á Íslandi mótuðu þig svona mest og þinn húmor og svona höfðu áhrif á þig? Íslenskir svona grínistar. Ég hugsa náttúrulega að maður verður að nefna bara, þú veist eins og þegar maður var barn þá náttúrulega horfði maður á Spaugstofuna, það var bara svona helgi stund eiginlega í hverju viku að fjölskyldan þegar maður var krakki sko, horfði á Spaugstofuna og svoleiðis húmor þessir helstu grínistar. Ég hins vegar fór mjög snemma að svona sækja í sko erlent efni og en hugsa samt sko að mínir helstu áhrifavaldar hafi líka mörguleiti komið sko úr bókmenntum. Já. Og því sem þú varst að lesa. Því sem ég var að lesa. Að ég hugsa að það hafi ekkert síður mótað mig heldur en svo auðvitað spilar hitt inn í mikið líka sko, ég er ekki að segja það. Já. Allir, þú veist, Spaugstofan og Latti og allir þessir allt þetta aðal fólk sko sem við höfum átt hér. Alls ekki gera lítið úr því. Nei. En svo koma náttúrulega fóstbræður. Já, ógleymdum fóstbræðurum og Jóni Gnarr og þeir eru svolítið svona siðbreyting í íslenskum húmor. Þeir eru einmitt, gott myndist það, þeir nefnilega svona innleiða, ég held að Ísland hafi alltaf verið dálítið mikið svona
við verið kannski svona 10 árum á eftir að meðaltali að í Bretlandi þá koma fram sko þessi svona, það sem er kallað svona alternative grín, Rowan Atkinson, hérna Mr. Bean og fleiri komu fram svona undir lok 9. áratugurins og í byrjun þess 10. og breyta valda algjörum svo straumhvörfum í gríni þar og þetta náttúrulega þar á undan Monty Python og þessi svona súri húmor sem að kemur í rauninni ekkit almennilega til Íslands eins mikið fyrir bara með Fóstbræðrum og Radíusbræðrum og svoleiðis sem að náttúrulega olli algjörum straumhvörfum. Ég gleymi því aldrei þegar að ég var í menntaskólanum hérna á Akureyri og við vorum Möðruvallakjallari var svona okkar félagsmiðstöð þarna og hólabyggingin kom til og hérna tala ég bara eins og ég sé 150 ára. Nei, og þá man ég alltaf eftir því þegar Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson kom einhvern tíðan í heimsókn í löngu frímínútur með svona uppistand. Nei, það var náttúrulega ekki verið löngu, þeir komu bara kvöld sennilega og við vissum ekkert. Jú, maður vissi hvað Sigurjón var að því hann hafði verið í Ham hljómsveitinni, en þetta fyrst skipti ég sá og heyrði í Jóni Gnarr sko, bara, þetta var bara síðan að mann áður. Og þeir fara þarna upp á svið og ég man eftir því sko þegar þeir byrjuðu grínið að það þurftu allir svona 3, 4, 5 mínútur til þess bara svona, það var allir svona undrandi til að byrja með. Það voru náttúrulega þessum aldri 16-20 ára og svo bara gerðist eitthvað, svo bara brjálaðist salurinn og ég man svona sjálf bara að ég hafði það var eins og ég var uppgötað, það var bara svona eins og ég var manneski uppgötað kynhneigð mína eða eitthvað, skilurðu. Ég bara, þetta finnst mér fyndið, þetta var svo súrt og þetta var svo, þetta var svona eins og undanfæri Fóstbræðra, sko. Já. Hvort þeir kölluðu þessi tvíhöfða þá, ég man það ekki alveg, en þetta var svo algjörlega allt annað heldur en hafði verið í boði og það var þetta þeir voru að gera grín, sko, ekki bara einhverjum tilteknum persónum eins og maður hafði sko vanist og áramótaskaupinu og spaugstofunum og allt þessi var bara gott og gilt, heldur þessu í mannlega eðlinu sem þú gast jafnvel samsama bara með sjálfið þér eða einhverju fólki í fjölskyldunni þinni eða einhverju kunningjum eða eitthvað. Einmitt. Og ég man alltaf þessa tilfinningu þegar þeir voru að gera grín að einhverju í mannlega eðli og á þess að nefna nokkuð nöfn, sko. Þú veist, það var það sem var svo fyndið, sko. Akkúrat, og einmitt, og það var held ég rosalega mikilvægt skref af því að þó maður hafi alist upp og finnist vænt eins og Spaugstofan og þetta allt saman fyrir það sem það þá var það náttúrulega samt sko svona mörgu leyti dálítið gamaldags form sem svona, þú veist, tengist aftur í sko revíurnar úr leikhúsum þar sem var verið að taka fyrir málefni líðandi stundar og svona sem mjög skemmtilegt form. Já, bara alveg rétt á sér, sko. Já, algjörlega, en hitt svona, hérna, eins og þú segir, miklu opnara og oft ríkari efni við og maður heyrir oft, hérna, yngra fólk tala það, sko, fólk sem fylgist jáfnvel ekki mikið með fréttum, kvartar undan í áramótaskaupinu á hverju ári, af hverju það ekki fleiri atriði svona inn á milli sem eru ekki tilvísanir í, sko, hérna, einhver málefni sem gerðust á liðnu ári heldur og eru bara svona almennari. Ekki einhverja þekktar persónur, pólitík. Nei, heldur bara eitthvað svona sem gerir grínað einhverju í fari okkar Íslendinga sem þjóðar eða eitthvað svoleiðis. Ég hef alveg lent í því í mínu starfi sem prestur. Ég hef svona lent í því að þurfa að hemja mig í jafnvel viðkvæmum aðstæðum vegna þess að ég hef upplifað eitthvað í samskiptum eða karakter fólks sem minnum og þá hugsa ég þetta getur verið fóstbræðarskett. Þetta getur verið fóstbræðaratrið. Akkúrat. Þetta finnst mér fyndið. Ég hef lent í þessu líka, maður þekkir maður sér einhvern svona Indriða, heitir ekki Indriða, ég að gera það og þú veist, maður sér einhverjar svoleiðis típur að hittir fólk sem bara gætu verið, maður trúir eiginlega ekki að svona fólk sé til bara. Nei. Og það samt svo gaman þegar maður hittir svo, og sérstaklega þegar maður hugsar út frá, þú veist, þegar maður að skrifa persónur í leikrit og svona, að mér finnst alltaf jafn gaman þegar maður hittir fólk í lifanda lífi sem maður hugsar, sko, ef ég myndi skrifa þig niður nákvæmlega eins og þú ert í alvörunni, þá myndi enginn trúa því að þú værir alvör persóna. Nei. Og manni finnst það alltaf hér merkilegt, það bara það skemmtilega við hvað lífið nú fjölbreytilegt og svona, að það til allavega fólk. En hvernig, sko,
hvað finnst þér með það að nota húmor til þess að koma mikilvægum skilaboðum áleiðis og hvar, þið veit þetta er spurning, hvar liggja mörkin, hvenær getur maður ekki verið með húmor, þú veist, hvað finnst þér það? Sko, ég held að svari við þessari spurningu sé mjög einfalt. Ég held að sé aldrei aðstæður þar sem getur ekki verið með húmor. Ég held nefnilega að húmor bara verkfæri eins og hvert annað. Og rétt eins og sko, ég væri með hamar hérna á borðinu, þú veist, það hægt að nota hamar í mjög mörgum aðstæðum og hann nýtist örugglega, það örugglega að finna, þú veist, eitthvað með að gera með hamar nánast hvar sem en hamar samt verkfæri og þú getur misnotað hann og þú getur barið fólk með honum og þú getur gert hluti sem eiga ekki rétt á sér og ég held að það sé nákvæmlega það sama með húmor að sko mér finnst ekki hægt að segja neitt málefni í sjálfu sér, það má ekki gera grín að einhverju við það eða einhverju tengdu því, svo fremi sem það gert á þann hátt að það sé ekki sko árás á einhvern, þú veist að verkfærinu sé beitt rétt. Já, að þetta snýst raunur alveg það. Já, mér finnst það, en ég held að sé alltaf varhugavert þegar fólk ætlar að fara sko að loka á eitthvað alveg sko komplett. Já, að það sé bara einhver svona, setja bara einhverja reglur og það bara, þessar aðstæður, það mun aldrei við megi aldrei segja brandara eða gera eitthvað fyndið þar, sko. Nei, því þá í rauninni oftar en ekki, að þetta snýst náttúrulega oft sko viðkvæm mál, en þá ertu búin að gefa hlutunum sko oft vægi sem þeir ekki skilið að hafa. Ég man sérstaklega vel eftir máli þegar ég bjó út í Bretlandi, þá skrifaði mitt breskur grínisti langan pistil í Guardian-blaðið af því að það hefði komið upp mál á Madame Tussauds vaxmyndasafninu að það hefði einhverju stillt sér upp við hliðina á vaxmyndastyttunni af Hitler og verið að gera nasista kveðjuna og þetta hefði farið skiljanlega fyrir brjóstið á einhver fólki og Madame Tussauds yfirvöld í safninu voru að hugsa að girða styttuna af þannig að fólk kæmist ekki að henni eins og öllum hinum styttunum. Og þessi ágæti grínisti, David Mitchell, hann var mjög mótfallinn þessu. Þannig að hann var að segja, sko, þarna ertu, sko, ef þú girðir styttuna af og segir að hún sé bara bönnuð, svona off limits, þú mátt ekki koma nálægt henni, þá ferð að gefa henni sko þá fer að fylgja sig einhver dulúð og eitthvað svona það má ekki, einhver spenna, í staðinn fyrir að afgreiða þetta bara þannig að fólki sem gerði þetta var augljóslega bara ekki skarpustu skeiðarnar í skúffunni, þetta voru bara einhverju vittleysingar sem vissi ekki betur og afgreiða bara þannig í staðinn fyrir alltaf að sko grípa í það að banna. Já, ég tek alveg undir þetta og ég get með þess að sagt þér sko að því ég er nú prestur að sko ég hef upplifað það sko að sko fólk hefur skellt upp úr á svo viðkvæmum stöðum sem bæði bara í sorgarhúsi sko eftir andlát og reyndar líka bara við sjúkrabeð, skilur, þar sem að viðkomandi er deyjandi, þú veist, ég hef upplifað að sitja með fólki og það er verið að rifja upp einhverja sögur og fólk hefur hlegið þar, skilur við, þú veist, að vissulega er það ekki að hlæja að þeim sem er veikur heldur, það er verið að hlæja að einhverjum aðstæðum og þetta verið svo losandi. Já. Og bara svo mikið líkn, sko andleg líkn fyrir alla sem eru þarna auðvitað skilungu lostnir, kannski í kringum rúm ástvinnar, sko. Þannig að ég hef þá skoðunum mitt að það sé eiginlega ekki til þær aðstæður þar sem að húmor get ekki komið einhvers staðar fyrir, sko, eða af. Algjörlega ekki og ég held að það sé alveg rétt hjá þér að hann hefur einhver svona hreinsandi áhrif, léttir á sko spennu í tilteknum aðstæðum. Og oft það bara sko varnarviðbrögð og maður sér það best að því að fólk hlæri ekkert bara endilega því að hlutin eru fyndnir heldur, svo getur fólk hlegið einfaldlega því það taugatrekt og veit ekki hvernig það á að bregðast við aðstæðum. Sko. Þannig að það allur gangur á því. En að lokum, ein spurning, hver er fyndnasta manneskja sem þú bara veist Þú þarft ekki þekkja hana persónulega, gæði kannski þekkja hana persónulega, en bara fyndnasta manneskja sem þú veist Það var ekki undirbúin spurning. Þarf hún að vera á lífi? Nei. Nei, þá myndi ég segja, sko, þá verði ég að nefna það sem ég tel stærsta áhrifavaldinn bara á mig og það er náttúrulega klisja af því að ég held að eftir Shakespeare
og biblíunni sé mest vitnað í hana öllum mönnum sem á nokkuð tíman verið til og það Oscar Wilde. Já, Og hann bara var svo, og ennþá svo óborganlega fyndinn. Já. Og það eiginlega ótrúlega miðað við það sko að það eru 115 ár síðan hann dó. Já. Að hann verður eiginlega bara fyndnari með hverju árinu og þetta svo tímalausar perlur. Einn af mínum uppáhalds tilvitnunum í hann hérna, það eru bara 2 harmleikir í þessu lífi. Annar að fá ekki það sem maður vill og hinn að fá það. Já, og þú veist, þetta oft svona hérna, þversagnir og þær eiga bara svo ótrúlega vel við og þannig að ef ég verði að nefna einhvern einn, en það eru svo ótrúlega margir sem að myndi vilja nefna, þá held ég yrði að velja hann. Já. En mér finnst þetta ekki vera klísja að nefna hann sko, ég bjóst ekki endilega við því, en hérna gaman að heyra það. En Willi, takk fyrir komuna. Þetta var bara, ég hugsaði mitt með mér sko, ég vissi ekkert hvernig þessi þáttur yrði það, því við ætlum bara að tala um húmor og erum ekkert búin að undirbúa það, en ég sé að við erum alveg getað að tala um þetta miklu lengur. Já, ég get fyllt annan þátt. Þetta mikið áhugamál, veit ég, hjá okkur báðum. En hérna, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við kveðjum hérna í dag og bara takk fyrir samfylgdina og við sjáumst aftur í næstu viku. Bless.